Jæja, velkomin aftur. Vonandi eru allir mettir og sælir eftir kaffihléð. Næsti kafli á þessum fræðsludegi ber heitið áskoranir í háskólaumhverfi. Og nú ætlar prófessor Ómar Kristmundsson að flytja hér kynningu sem heitir Hvað einkennir stjórnun háskóla? Velkomin. Já, komið þið sæl. Ég sé að, ég er greinilega heppinn að vera á undan Ara Eldjárn en ekki á eftir. Það vildi svo til að síðast þá var ég á undan honum og það var ekki góð hugmynd. Í þessu stutta spjalli mínu ætla ég að ræða hvað einkennir stjórnun háskóla annars vegar og svo hins vegar hvaða áskoranir þessi einkenni skapa. Ég ætla ekki að fjalla aðrar áskoranir sem ekki tengjast þessu eins og fjármögnun háskóla á samkeppni gerir ráð fyrir að Anna María komi inn á þau viðfangsefni. Þessi sérstaða í stjórnun og skipulagi háskóla er töluverð og hún endurspeglast meðal annars í þeirri staðreynd að fæst þekkt stjórnunarlíkön ná að lýsa þeim með góðum hætti. Helst þó svokallað fagræðiskipulag sem að tíðkast á sjúkrahúsum. Ástæðan er meðal annars að hið margbrotna skipulag og hinn dreifða stjórnun háskóla sem til dæmis getur valdið því að erfitt getur reynst að búa til skipurit, sérstaklega stærri háskóla, án þess að fella út mikilvægar einingar. Eins og við vitum að þá er skipurit mjög gagnlegt tæki til að fá heildar yfirsýn yfir stjórnun og skipulag. Og bara vegna þess að ein mynd segir meira en 1000 orð, eins og við vitum. Kíkjum aðeins á það. Hér sáum við þekkta mynd eftir Malevich, raunar er ég búin að setja hann aðeins á hlið, en í þessari einföldu mynd mætti greina skipulag lítillar stofnunar. Efst í bjálkanum gæti verið æðsta stjórnunarlagið og síðan svokallaðar starfadeildir þar fyrir neðan og stóðdeildir sem að ganga þvert á starfadeildirnar. Þetta gæti verið skipurit einfaldrar lítillar stofnunar með einfalt skipulag en ekki háskóla. Þessi mynd væri nærri að lýsa stjórnun og skipulagi háskóla. Því flækjustigi sem einkennir starfsumhverfi háskóla og hér erum við með þekkta mynd úr myndlistasögunni, mynd eftir Mondrian. Dettur ykkur í hug hver fyrirmyndin? Þetta er gatnakerfi New York borgar og kannski viðeigandi tenging við stjórnskipulag háskóla, ég veit það ekki. Ég hef reyndað sjálfur að teikna skipurit háskóla þannig að ég ná inn öllum stjórnunareiningum. Það hefur reynst með mjög erfitt. En hvers vegna er þetta svona flókið? Eins og við vitum hafa háskólar talsverða sérstöðu í samfélaginu og það er í senn styrkleiki þessara stofnana og kannski veikleiki og þó kannski ekki hægt að segja veikleiki heldur skapar það úrlausnarefni sem aðrar stofnanir og fyrirtæki þurfa síður að glíma við.
Sérstaðan skapast af hinu akademíska frelsi sem almennt viðurkennt að sé undirstaða háskóla, hugtaki sem er eitt af grunngildum nýrrar stefnu sem kynnt var hér áðan og hefur raunar verið í öllum hinum 3 heildarstefnum skólans. Það sem fólk áttar sig ef til vill ekki á að akademískt frelsi snýr ekki bara að tjáningarfrelsi akademískra starfsmanna heldur og frelsi þeirra að sjálfsögðu til að kenna og rannsaka, heldur endurspeglar hugtaki það sjálfstæði og sjálfræði háskóla að ráða sínum innri málum. Þetta skiptir miklu máli og ein af ástæðum fyrir því að skipulag háskóla er töluvert flókið. Þetta leiðir til svokallara jafningjastjórnunar og áskoranir jafningjastjórnunar eru töluverðar og felur í sér það að akademíski starfsmenn ráða eigin málum og hér þurfum við reyndar alltaf að hafa í huga að það eru þetta innan einhverja ákveðna marka sem að lög, reglur og samningar ákveða. En við skulum ekki flækja málið. Jafningjastjórnun í sinni hreinustu mynd veldur því að stjórnendur sækja umboð sitt til háskólasamfélagsins. Raunar upphaflega eingöngu kennara. Það eru akademíski starfsmenn sem gefa fulltrúum sínum vald umboð til að stýra einingum innan skólans og jafnaðarsjónarmið eru ríkjandi og boðvald að ofan lítið hornauga. Og rektor starfar í umboði háskólasamfélagsins. Kíkjum aðeins á þetta. Hér sjáum við hvernig jafningjastjórnun, einkenni jafningjastjórnunar birtist í sinni hreinustu mynd. Það sett háskólasamfélagi sem að velur sér akademíska stjórnendur, síðan sitja í háskólaráði akademíski stjórnendur og fremstur meðal þeirra rektor. Þetta öfugt við fyrirkomulag hjá hefðbundum stofnunum og fyrirtækjum það sem að svokallaður stigveldispíramídi ríkir. Og kíkjum aðeins á hann. Hann hér og þetta svona kunnulegra fyrirbæri. Það það að ráðherra sem fulltrúi eiganda, að hann ræður rektor og rektor ræður síðan aðra akademíska stjórnendur og þeir síðan aðra starfsmenn í sinni hreinustu mynd. Þá þetta svona, þetta það sem kallað stundum fyrirtækjalíkanið og málið það að á síðastliðnum 2-3 áratugum að þá hefur þróunin verið sú að fara frá jafningjastjórnun yfir í þetta stigveldi stjórnunar fyrirkomulag. Raunar eiginlega blöndu af hvoru tveggja sem meðal annars má sjá í löggjöf Norðurlanda opinbera háskóla, þar sem að háskólaráð getur valið það hvort að háskólasamfélagi kjósi sér rektor eða hvort að háskólaráð ráði rektor með eins og hvern annan framkvæmdastjóra. Höldum áfram. Sá þáttur sem leiðir af jafningjastjórnun felst í hlutverki akademískra starfsmanna að taka ákvarðanir málefni skólans eins og ég hef áður komið inn á. Og áskorunin hvað þetta varðar felst í því
hvernig við ákvörðum verkaskiptingu milli akademískra starfsmanna og síðan starfsfólks stjórnsýslunar. Upphaflega, eins og þið mörgurlega þekkið, að þá var meira og minna öll verkefni í höndum akademískra stjórnanda. Miðbik aldarinnar, þá fór þetta breytast, meðal annars með því að það fjölgaði nemendum verulega. Og ég tek sem dæmi að ég sá það í sögu háskólans að það voru 3. starfsmaður á skrifstofu skólans var ráðinn 1960 í Háskóla Íslands. Þannig að það hefur talsvert breyst á síðastliðnum áratugum og þessi þróun meðal annars vegna þess að það eru auknar kröfur fagleg vinnubrögð og það ekki talið við hæfi að starfsfólk sem hefur ekki til þess nægilega þekkingu sé að vinna til dæmis framkvæmd mála. En þetta skapar hins vegar áskorun sem að stjórnendur þurfa að kljást við. Nú síðan það hlutverk samráðsvettvangs innan skóla. Á sama tíma og birtingamynd jafningjastjórnunar kemur fram í skipan margvíslegra samráðshópa og hér erum við að tala fastanefndir bæði á fræðasviðum og síðan háskólaráðs, háskólaþing, að þá gerð meiri krafa skilvirkni. Þannig að við þessi áskorun, það verður til áskorun sem felst í því að við erum með aðkomu kollega, akademískra starfsmanna að margvíslegum ákvörðunum, undirbúningi og svo framvegis, en það á sama tíma gerð mikil krafa skilvirkni. Þetta önnur áskorun sem að stjórnendur háskóla þurfa að kljást við. Síðan það þriðja áskorunin sem samhæfing laustengdra stjórnunareininga. Hljómar kannski ekki mjög vel en það sem ég raunverulega tala bara það að vegna eðli þeirra starfsemi sem að framfer innan skóla sem sem sagt þekkingamiðlun og þekkingar sköpun að þá eru einingar innan skóla mjög laustengdar. Þær eru tiltölulega sjálfstæðar innan skólans. Og þetta var meðal annars undirstrikað í nýju skipuriti sem var innleitt 2008 hérna við Háskóla Íslands. En þetta aftur skapar ákveðin vanda sem að meðal annars felst í því að það ekki samræmt verklag. Og örugglega einhvað sem að þið þekkið og hefur örugglega verið rætt hérna innan stjórnsýslunnar oft. Og hér má nefna að samræming af verklagi ekki bara spurningum áhuga aðalbyggingar í að taka sölsa undir sig völd, heldur snýst það að hér að ræða ytri kröfur frá ráðuneytum, frá erlendum aðilum samræmt verklag, bæði í bókhaldi, í starfsmannahaldi, í rannsóknum og því í raunverulega ekki valkostur að innleiða ekki slíka staðla. Þannig að þetta hins vegar eins og þið sjáið, þetta annars vegar, við erum annars vegar að tala talsvert frelsi sem að styður í raun og veru þessa þekkingar sköpun og þekkingamiðlun. Svo við með hins vegar á hinnum kantinum kröfu samræmingu, stöðlun. Hvernig tími hjá mér? Já. Ég ætla að enda
þetta spjall mitt á þessari tilvísun í Pál Skúlason. Þau hefðbundnu einkenni stjórnunar og skipulagsháskóla sem að leiða af undirstöðu hans, sem sem sagt þetta akademíska frelsi, sem grunngildi háskóla, bæði Háskóla Íslands og þorra annarra skóla, hafa sannarlega skapað stjórnendum áskoranir í gegnum tíðina og þessu til viðbótar hefur orðið til þróun sem að skapar akademísku frelsi, ógnar, akademísku frelsi. Meginatriðið þetta, hvernig unnt að tryggja þessa undirstöðu, grunngildi skólana, hvernig þetta að tryggja það að þau endurspeglist áfram í stjórnun og skipulagi þeirra, verði þungamiðja í starfi þeirra, en jafnframt að fylgja kröfum nútímans breytt verklag. En Páll Skúlason segir, breytingarnar í heiminum skapa nýjar aðstæður sem háskóla þurfa að bregðast við, en engin þessara breytingar knýr á ný akademísk gildi. Og þar sem þessi gildi liggja háskólum til grundvallar mikilvægt að megin stoðirnar í skipulagi þeirra verði áfram til að tryggja þau í sessi. Ég ætla að láta þetta duga, en ég sjálfsögðu tilbúin að ef það einhver tími fyrir spurningar, þá ég sjálfsögðu tilbúin að reyna að svara þeim. Takk.